Hún lætur ekki mikið yfir sér skólphreinsi-stöðin hér á Blönduósi en hún gegnir mjög miklu hlutverki. Til dæmis gerir það kleift að hér er hægt að reka ullarþvottarstöð og lífrænt sláturhús. Fráveitustöðin var byggð á árunum 2000 og 2001 og tekin í gagnið í framhaldi af því. Og þetta var eitt af verkefni sveitarfélaganna að fara í átak í fráveitumálum á árunum 1995 til 2005 og við gengum mjög fram í þessu enda hér mikill matvæliiðnaður og við töldum að þetta myndi skipta máli að hafa áhrif á hann að hafa þessi máli í góðu farvegi hjá okkur. Auk þess sem við erum við eina gjöfulustu laxveiðiám landsins sem við viljum sýna umgengni við hana allra virðingu og höfum lagt okkur fram í það með umhverfisstefnu sveitarfélagsins þar sem að fráveitumálin og eins gerðum það við byggðum sundlaugina þar sem við fórum í að vera með saltklórkerfi svokallað í staðinn fyrir tilbúin klór. Þannig að þetta er allt saman liður í því að hafa þennan málaflokk í góðu lagi hjá okkur og þess vegna réðumst við í þetta stóra mannvirki hér að byggja þetta upp og höfum rekið þetta síðan. Er það rétt munað að þetta hafi verið svolítið umdeilt að setja svona mikla fjármuni? Já, þetta var dýrt verkefni fyrir okkur. Það voru gríðarlega margar útrásir. Ég held að það hafi verið einar 20 útrásir sem lágu bara beint út í veiðiána og þær voru bara opnar og við urðum að bregðast við þessu og gerðum það með þeim hætti sem þurfti og þetta var styrkhæft á sínu tíma og við fengum styrki til að mæta þessu en vissulega var þetta dýr framkvæmd og stór en við njótum þess líka í dag að hafa ráðist í þetta á þessum tíma og fyrir matvælaframleiðendur sem að framleiða heilnæm matvæli og annað þá er þetta einn af þeim þáttum sem líka er skoðaður þannig að við erum að reka hér stórt sláturhús ullarþvottarstöð sem meðal annars kom hér vegna þessara aðstöðu sem hér er og við lögðum bara ríkan áherslu á það að hafa þessa hluti í góðu lagi og vildum vera til fyrirmyndar sem við sannarlega erum. Þið voru á sínum tíma með rækjuvinnslu, það hefur kannski skipt svolítið miklu máli? Já, ég veit að fyrirtækin hafa horft til þessu og í sínum sölustörfum og annað kynnt það að þessi þáttur væri í góðu lagi hér hjá okkur. Er mikið eftir til þess að klára þessa fráveitustöð? Við eigum eftir að taka frá íbúðabyggðinni hér vestan Blöndu og leiða yfir ána og það er svona spurning hvernig við ráðumst í þá þætti en það er allavega ekki eins stór þáttur eins og við erum búin að ljúka. Við erum búin að ljúka langstæðstu hluta af þessu framkvæmd. Heldur að allir séu meðvitaðir að við erum með þessi mál svona í góðu lagi, bara íbúarnir hérna til dæmis? Ég er ekki viss það, eins og segir, það eru 12-13 ár sem við vorum að þessu, þannig að það er ágætt að rifja þetta upp að þetta er einn af þeim þáttum sem skiptir máli og hluti af lífsgæðum íbúarna að hafa þetta í lagi og við höfum lagt ríka áherslu á það. Nú ertu búin að vinna hérna síðan 2005 eða það bil. Í hverju er starf þitt fólki hérna? Já, þetta sameinast allur austurhlutinn af Blönduós sameinast hérna í þessa rennu hérna, eða stokk sem við sjáum hérna. Já. Og þetta er svona færiband sem sér að taka allt sem flýtur í vatninu og færa það upp í gám sem er hérna í hliðarherbergis. Og er þetta ekki ansi mikið magn svona stundum allavega? Jú, það getur verið það. Það er í tengslu við sláturhús aðalega. Þið fáið allan sláturúrganginn eða mest af honum hérna í gegn eða hvað? Það hefur verið meira það heldur en áður. Það hefur verið að breyta ferlinu í sláturhúsinu og þá er meira hjá okkur núna. Kemur fyrir að þessi maskína stoppi vegna álags? Já, það gerist. Hvað þarft þú þá að gera? Þá þarf ég að koma hérna og reynsa hérna síu sem er ansi svona sóðaleg stundum. Er það þá sem þú klæðir þig í græna gallan? Jú. Og setur á þig allan hlífðarbúnað sem til er? Já, og ekki veitir af. Hvernig er lyktin? Já, þetta er ekki, hún er slæm, oft. Þetta er ekki fyrir alla held ég. Þú lætur þið hafa það. Þarftu þá að fara hérna niður í þróna? Nei, sem betur fer, þá fer ég nú ekki að núna í þróna en ég þarf að opna hérna síhús og það getur verið svona svolítið erfitt að þrífa það. Getur verið fast í þessu. Maður má ekki vera klíugjart, þú ert það sem sagt ekki? Nei, ég er ekki. Ég slepp alveg það. Og svo þegar þetta kemur sem sagt úr vélinni og fer inn í gáminn, hvað gerirðu við gáminn? Þegar hann fyllist á, fæ ég hérna
aðila sem að sér að losa hann og það fer út í Stekkjarvík, það sem svona urðunarsvæði hjá okkur og það er enda fleiri sem hérna að nýta þetta. Er eitthvað spennandi sem að hefur komið upp úr skorpinu? Ég hef alveg séð leikföng hérna og svona ýmsa hluti sem sem að hafa einhvern veginn ratað í gegnum niðurfallið eða klósett eða geta einhver að sturta þessu niður. En ég verð nú samt að fá að hrósa þér og ykkur fyrir hvað það er þrifaleg og hreint og lítil lykt hérna inni. Já, það er góð loftræsting hérna inni og hún bjargar þessu.